Í dag hvítasunnudagur og kona mín segir alltaf við mig að þegar einhver svona tilefni þá gleymi ég alltaf að þegar eru jóla þá tala ég ekki einu sinni jólin. En nú ætla ég að tala hvítasunnu andan. Við erum að tala bænahús. Ég hef verið með seríu bænahús og heilagur andi yfirmaður bænahúsins. Og hann kom til að dvelja í því á þessum degi. Eru þið sammála á því? Amen. Þegar ég var að hugleiða heilagan anda, þá komu tvær ritningar upp í huga minn, vegna þess að heilagur andi, hann ósýnilegur og munurinn á honum og Jesú Kristi að heilagur andi getur verið allstaðar. Og við skiljum það, en við eigum erfitt með að meðtaka það. Þannig það komu ég ætla að lesa tvær ritningar í Sálmi 92, vers 6. Hversu mikil eru verk þín drottin, harla djúpar hugsanir þínar. Hversu mikil eru verk þín drottin, harla djúpar hugsanir þínar. Síðan ætla ég að lesa í Jesaja 55, vers 8 og 9. Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir, yðar vegir ekki mínir, segir drottin. Heldur svo miklu sem himinin hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum, mínar hugsanir yðar hugsunum. Náið því að spámaðurinn segir að Guð, hann sé á hærra plan en við. Og það erfitt fyrir suma menn að taka við þessu. Ég sá einn ríkur maður auglýsti sig fyrir að hann væri Guð. Og Biblían segir, heimskingin segir engin Guð. Guð sagði við svona menn, á þessari nóttu sagði við einn svona mann, á þessari nóttu verður líf þitt að þér heimt og hvað ætlarðu þá að gera við auðæfi þín? Það verður engin Guð af auðæfum sínum. En þegar ég var að hugleiða bara þetta með að heilagur andi væri allstaðar, þá það í raun og veru ekki svo mikið mál vegna þess að við getum hort á menn í sjónvarpinu. Það getur verið sami maður að halda ræðu og þú sérð hann út allan heim. Hann á sama stað í raun og veru og hann inn á öllum heimilum heimsins sem vilja horfa og vilja sjá á sama stað, sama tíma, þó að klukkan sé mismunandi, að þá hann þar allstaðar. Og þetta mannleg tækni. Ef að mennirnir geta þetta með öldum ljósvakans, þá Guð að segja að hann á aðrar öldur sem eru aðri öldum ljósvakans, hann getur farið á bak við þessi lögmál. Þú þarft ekki GSM til að ná sambandi við Guð. Biblían segir, nálagt þér orðið, í munni þínum, í hjarta þínu. Guð, leið og þú opna munnin, ákallar hann, þá hann þar. Hann gerði það svona. Og það hjálpar okkur stundum að skilja þetta þegar við sjáum hvað maðurinn hefur komist langt í sinni tækni. Þannig ef að maðurinn getur verið allstaðar, af hverju ekki Guð? Af hverju ekki hinn heilagi andi? Nú í fyrri Mósebók, fyrstu Mósebók, 1. kafla, vers 2, þá talað að andi Guðs, hann sveif yfir vötnunum. Andi Guðs sveif yfir vötnunum. Og stödd í Biblía sem ég á, hún skilgreinir heilagan anda svona: heilagur andi framkvæmdar armur þrenningarinnar. Við getum sagt, mér fannst skemmtilegra orð framkvæmdar armur heldur en framkvæmdar stjóri. Framkvæmdar armur, sá armleikur drottins,
sá armleggur sem að lyftir okkur upp, það segir á einu stað, hið neðra eru eilífir armar. Þannig hann framkvæmdar armleggur, armur þrenningarinnar, Faðir, Sonur, heilagur andi. Lúkas skilgreinir þetta svona að Jesús hann að tala við lærisveina sína í 49. versinu í 24. kafla. Þá segir hann: Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en verið kyrrir í borginu uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Þannig að þessi kraftur frá hæðum var þessi framkvæmdar armur Guðs ríkisins sem var að koma til jarðar. Í postulasögunni, við skulum lesa það má segja að það sé svona texti dagsins, að þá upp var runnin, annar kafli 1. vers, þá upp var runnin hvítasunnudagur, voru allir samankomnir. Var þá skyndilega gnýr af himni, eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið, þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, hvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum, eins og andinn gaf þeim að mæla. Og gleymu því ekki að þetta var andinn sem gaf þeim að mæla. Sumir segja að þú ert bara að bulla, heilagur andi, hann bullar ekki. Ef að þú getur talað, við höfum mörg tungumál hérna inni, og ef við bara lesum hér aðeins áfram, þá sjáum við að í Jerúsalem dvöldu skýðingar, guðrækni menn frá öllum löndum undir himninum. Af hverju? Þetta var hvítasunnuhátíðin, þeir komu upp til Jerúsalem. Þetta var hvítasunnu eða viknahátíðin eins og Gamla testamentið kallaði hana, og þeir komu upp til Jerúsalem til þess að halda hátíðina. Þannig að þetta hljóð heyrðist dreifa fjölda manns, þeim brá mjög við, því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þannig að þarna eru margir að biðja og þeir eru að tala á mismunandi tungumálum. Nú, síðan sjáum við í versi 12 að þeir voru allir furðulostnir, ráðalausir og sögðu hver við annan: hvað getur þetta verið? Og mér finnst það svo magnað að maðurinn, hann stendur alltaf ráðalaus þegar að Guð birtist. Þegar að Guð kemur fram á sjónarsviðið í hvaða mynd sem þá maðurinn eiginlega alltaf klóra sér í hausnum og segir: hvað nú þetta? Og ég segi að spámaður segir að asninn, hann þekkir, hvernig segir? Uxinn þekkir jötuna, asninn þekkir eiganda sinn, en Ísrael, minn líður, þekkir mig ekki, segir Guð. Uxinn þekkir jötuna, asninn þekkir eiganda sinn, en Ísrael þekkir ekki skaparan. Og það þannig með marga í dag að þeir þekki ekki skaparan, jafnvel afneita honum, hafna honum. Nú, hvað sagði Jesús Kristur heilagan anda? Við skulum aðeins skoða í Jóhannesar guðspjalli að hann, 15. kafla, þá talar hann að heilagur, þá hann að segja lærisveinum sínum og tala heilagan anda, að hann muni koma. Og hann segir hérna í 15. versinu, og við skulum lesa hérna 5 vers, 15 til 20. Ef þér elski mig munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn, og hann mun gefa yður annan hjálpara, hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikan sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann hjá yður og verður í yður. Annar lesáttur í yður. Ekki muni ég skilja yður eftir munaðarlausa, ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér munu sjá mig, því að ég lifi, þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Og hér sjáum við að Jesús, hann að segja þeim frá
þessum heilaga anda sem koma muni, sumir muni sjá hann og sumir muni ekki sjá hann. Það bara þannig í dag. Sumir sjá Guð, aðrir sjá ekki Guð. Sumir segja það engin Guð til, aðrir segja ég veit að Guð til af því að hann mætti mér, hann breytti lífi mínu. Þeir eru vottar þess að Guð til. En málið það að það eru tveir andar í heiminum. Það andi heimsins og það andi Guðs. Og sá sem fullur af anda heimsins, hann á stundum erfitt með að sjá og meðtaka anda Guðs. Og ég var engin undantekning. Ég man þegar móðir mín sagði við mig, Kristinn, þú þarf bara að mæta Guði. Og ég sagði, æ mamma, verð ekki að þessu bulli, verð ekki að þessu kjaftaði, ég þolið þetta ekki. Andinn í mér þoldi ekki þann anda sem var í móðir minni, ekki að því hún var mamma mín, nei, heldur bara að því að hún talaði af anda Guðs, ég hafði ekki anda Guðs, ég hafnaði anda Guðs á þeim árum. Þannig ég þoldi hann ekki, ég sá hann ekki, þekkti hann ekki, en mamma, hún þekkti hann og hún vissi að ég þurfti á því að halda. Hún gafst ekki upp á að biðja fyrir mér. Og einn daginn, þá beygði ég kné mín fyrir Guði og ég bað heilagan anda að koma inn í líf mitt. En mér langar aðeins að staldra hér við versið 26, þar segir ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara. Annan. Orðið allos, gríska orðið. Ég ekki grísku sérfræðingur, en ég kann að fletta upp í svona orðabók, orðalykli. Og það í raun og veru skilgreiningin á því, ég stytti það aðeins úr ensku stöddibiblíunni minni og það þýðir í megindráttum annar eins og ég, hann mun gera í fjarveru minni það sem ég myndi gera ef ég væri í líkamanum með ykkur. Annar eins og ég, hann mun gera í fjarveru minni það sem ég myndi gera ef ég væri áfram með ykkur. Nema, hann getur verið alls staðar í einu. Jesús var bundinn við einn stað. Þannig að koma heilags anda koma Guðs inn í þennan heim. Koma Guðs. Jesús fór, hann var Guð, heilagur andi hélt áfram því verki sem að Jesús byrjaði. Þannig að hann annar sem gerir nákvæmlega það sama, þannig að ef að við, sjáðu þið, þegar Jesús var hérna á jörðinni, þá voru ekki allir sem meðtóku hann sem Messías, þá voru ekki allir sem vildu, fólk hópaðist að honum, en þekkti hann ekki samt. Það voru nokkrir sem þekkti hann. Þeir heyrðu hvað hann sagði, þeir skildu hann. Það eins í dag, þeir sem þekkja heilagan anda, þeir heyra hvað hann segir og þeir skilja. Í versi 26 sama kafla, þá sagt að hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt, minna yður á allt sem ég hef sagt yður. En hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun sendi í mínu nafni, mun kenna yður allt. Munið eftir setningunni þegar Jesús sagði farið og gjörið alla þjóðir að lærisveinum og kennið þeim allt sem ég hef kennt yður. Nú kemur heilagur andi, hann tekur við, kennir og minnir á allt sem Jesús var búinn að kenna. Þessi segir það. Ef þið eigið Amplified Biblíu, hvað Amplified? Mögnuð. Amplified Biblía sem að tekur hebresku og grísku orðin og gefur okkur svona aðeins meiri útskýringu, samt ekki með álit, heldur bara beint úr textanum. Ef þið eigið Amplified Biblíu þá segir hún hér í versi 26, en hjálparinn, þá kemur hjálparinn, ráðgjafinn, lögfræðingurinn, eða árnaðamaður, lögfræðingur, það sama orðið. Hjálparinn, heilagur andi, hjálparinn, hann ráðgjafi, hann árnaðamaður, hann alltaf til staðar, hann huggari, hann fyrirbiðjandi og hann styrkur okkar. Þetta allt nöfn á hinum heilaga anda, hjálpari, ráðgjafi. Og við sjáum það hérna hvernig hann gaf ráð.
Þannig að Jesús, hann sagði þetta heilagan anda. Í Jesaja 11, þá sjáum við hvað Jesaja spámaður sagði heilagan anda. Hann sagði í öðru versinu að hann væri andi vísdóms. Hann væri andi skilnings. Hann væri andi ráðspeki og kraftar. Og hann væri andi þekkingar og ótta drottins. Þannig að heilagur andi hefur visku sem æðri mannlegri visku. Heilagur andi, hann hefur líka það sem við köllum ótta drottins. Stundum ruglar fólk saman heilagum andi og öðrum öndum. Heilagur andi yfirleitt ekki með fíflalæti. Það bara þannig. Hann Guð. Hann fíflast ekki. Hann óttast drottinn. Hann kemur fram að virðingu fyrir Guði föður. Þannig að það gott fyrir okkur að vita að hann andi ótta drottins. Ef þú ert vafa að einhver kemur til þín og hann segist vera að tala fyrir hönd drottins og framkomans ekki í takt eða stíl við það, þá þarftu ekki endilega að trúa því að það sé andi drottins. Vegna þess að Biblían gefur okkur skilgreiningu á því hvernig andi drottins kemur fram og hvernig hann Efesus 1:19 segir að þessi andi sá sem að reisti Jesúm Kristu frá dauðum. Sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem að kom því til leiðar að Jesús Kristur reis upp frá dauðum. Þessi heilagi andi sá andi sem að fyllti Jesúm Krist krafti þegar að hann var að þjóna hér á jörðinni. Það má segja að þetta hafi verið krafturinn í lífi Jesú. Það segir hér í Lúkas 4:1, en Jesús sneri aftur frá Jórdan fullur af heilagum anda. Í Lúkas 4:14, en Jesús sneri aftur til Galileu í krafti andans. Þannig að þessi andi í raun og veru var yfir lífi Jesú. Apostolasagan 10:38 segir hvernig Guð smurði hann heilugum anda og krafti. Hann kom á hvítasunnudag til að vera með okkur og það sem vekur athygli mína í 16. versinu í Jóhannesar guðspjalli, hann kom ekki bara til að vera með okkur meðan við lifum, heldur að eilífu. Ekki bara með hún lifi hér á jörð, heldur að eilífu. Andinn gefinn þér ekki bara núna, þangað til þú ferð í gröfina, heldur til að vera með þér að eilífu. Ef þú tekur við Guðs anda, þá hann þar með þér að eilífu. Og Jesús sagði að hann myndi aldrei sleppa þér hendinni, aldrei yfirgefa þig. Og mér langar að við skoðum aðeins hvernig hann starfar. Í Rómverjabréfinu 8:26 þá sagt að hann biður fyrir okkur og hann hjálpar okkur í veikleik okkar. Hann biður fyrir okkur og hann hjálpar okkur í veikleik okkar. Í Rómverjabréfinu 8:16 þar segir að hann vitnar með okkar anda að við erum Guðs börn. Hann vitnar með okkar anda að við erum Guðs börn. Og þetta svolítið, hvernig getur, ekki tilfinningar minna bara að plata mig, spyr einhver. Þetta ekki bara sálarlífið? Biblían segir nei, Guðs andi innra með þér, hann ber vitni að þú sért Guðs barn, hafur tekið á móti honum. Þá ber hann vitni, hann vitnar með anda þínum. Þú veist að þú veist að þú veist að þú veist að þú veist. Það getur enginn sagt að þú sért það ekki ef að heilagur andi vitnar með þínum anda. Þannig að hann hjálpar okkur í veikleik okkar, hann biður fyrir okkur. Og mér langar að sýna ykkur aðeins hvað hann gerði í frumkirkjunni þegar Filippus var þegar hann fer frá Samaríu. Filippus hafði farið til Samaríu og það var mikil vakning þar. Svo kemur engill til Filippusar og segir honum að fara út úr Samaríu og fara niður á ákveðin veg. Og Filippus hlýðir og gerir það. Og þá sér hann mann frá Eþíópíu sem var hirðmaður. Og þegar hann
að velta því fyrir sér hvað hann sé eiginlega að gera þarna, að þá talar andinn, Póstulasagan 8:29, við Filippus og segir, gakka þessum vagni, vertu sem næst honum. Gakka þessum vagni, vertu sem næst honum. Þannig að andinn talaði, andinn gaf, hann var ráðgjafi. Við lásum að hann var ráðgjafi, árnaðamaður og hann var til staðar. Hann var hann til staðar og hann gaf ráð. Hann sagði Filippusi hvað hann ætti að gera. Aftur í Póstulasögunni 10:19, þá það sagan Pétur, þegar hann sá sýnina, hann sá ferfætt dýr koma niður í dúki og hann er svona utan við sig og þá bankaði á dyrnar í húsinu þar sem hann og hann veit náttúrulega ekki af því, hann var upp á lofti, en þegar þetta gerist, að Pétur Póstulasagan 10:17 enn að reyna að ráða í hvað þessi sýn ætti að merkja, höfðu sendimenn Kornelíusar spurt upp í hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu, Símon sá nefnist Pétur gestur hér. Pétur var enn að hugsa sýnina þegar andinn segir við hann, menn eru að leita þín, far þú nú ofan og far hygglaust með þeim, því að ég hefi sendt þá. Ekki gott að hafa svona ráðgjafa sem getur sagt manni að sé allt í lagi með þessa ókunnugu menn sem að koma, þeir eru ekki hryðjuverkamenn, þeir eru ekki komnir til þess að drepa þig, það allt í lagi að fara með þeim af því að ég hefi sendt þá. Þannig að hér sjáum við hvernig heilagur andi starfaði. Við sjáum líka í Póstulasögunni 13 að þar eru menn samankomnir til að biðja, spámenn og kennarar, og þeir voru að fasta og þá talar heilagur andi í versi 3 og segir, skilji frá mér til handa þá Barnabas og Sál til þess verk sem ég hef kallað þá til. Hérna talar heilagur andi. Þeir fóru ekki í háskólan til að fá gráðu, þeir voru að biðja og fasta og bara Guð talaði til þeirra. Þeir voru ekki menn sem voru að kenna Guð, þeir voru að predika Guð með anda Guðs. Og það sem Guð þráir og vill, hann sagði, þér munu öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða vottar mínir. Það getur enginn sjáð til. Þú getur verið að reyna að segja einhverjum frá Guði og segja, já, þetta svona og þetta svona. Hinn segir, nei, ég trúi því ekki. Jú, víst það svona Biblían segir það, já, ég trúi því ekki. En þegar þú segir, Guð breytti mínu lífi. Ég man að ég var búinn að vera að tala við vinnufélaga minn eitt fyrir mörgum árum og ég sagði, já, ég er frelsaður, Guð breytti mínu lífi. Hann sagði, ég get ekki þrætt fyrir það. Ég man alltaf eftir, ég get ekki þrætt fyrir það. En hann gat þrætt við mig ef ég var að reyna að útskýra eitthvað fyrir honum. Ég sagði bara, Guð breytti mínu lífi, ég er frelsaður. Það þýðir það að ég er vitni það sem Guð hefur gert fyrir mig. Það getur enginn þrætt það. Þú getur sagt, ég trú ekki og ég ætla ekki að þræta við þig það. Ég sé það, heyri það og ég get ekki þrætt við þig það. Ég trúi og ég er vitni. Heilagur andi sagði, þér mun öðlast kraft, eða Jesús sagði, þér mun öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir. Þannig að hérna það að heilagur andi, hann talar og hann segir, taki frá mér til handa þá Barnabas og Sál til þess vers sem ég hef kallað þá til. Þeir vissu að þeir voru kallaðir af Guði og nú var tíminn kominn og heilagur andi talaði. Hvernig talaði hann? Jú, hann talaði í gegnum menn sem voru þarna í kringu þá, spámenn. Hann sagði, svo segir drottinn að nú er tíminn kominn. Nú, svo lesum við erum alveg að koma að enda, svo lesum við í 16:6 að þeir fórum Fríkíu Galataland því að heilagur andi varnaði þeim að boða orðið í Asíu. Sjáðu þið, hér eru menn sem eru á ferð að predika orðið og þeir ætla að fara á ákveðin stað en heilagur andi sem var með þeim, hann segir, nei, þið farið ekki þangað. Gátu þeir farið? Já. En þeir hlýddu heilagum anda og ég trúi því að það hafi verið þeim til lífs.
vegna þess þegar heilagur andi varnar okkur eitthvað, að þá hann að varðveita okkur. Þannig að við sjáum hérna hvernig heilagur andi eða Guð starfar á jörðinni. Var þetta bara þá? Nei, þetta enn þann dag í dag. Heilagur andi talar líka til þín og til mín. Ef við hlustum. Ef við hlustum. Og líka ef við heyrum að við hlýðum. Ef að Páll hefði nú farið. Þetta bara eitthvað hérna bla bla, einhver bara rödd innra með mér. Nei, hann vissi að þetta var heilagur andi og hann fór annað. Vegna þess að sömu nótt þá birtist honum sýn að það var makedónskur maður sem stóð hjá honum og sagði kom yfir til Makedóníu og hjálpa oss. Þannig að það var þangað sem þeir áttu að fara. Nú, þó að Jesús sé uppstiginn til himins, þá Guð samt ennþá hér. Og það snýst þessi hátíð, að Guð ennþá hérna. Og mér langar að lesa hérna Rómverjabréfið 8 eða 10, Rómverjabréfið 10. Stundum þegar við erum að biðja, þá viljum við kalla svo hátt að því að við viljum láta rödd okkar heyrast alveg upp í himinin. En hér segir, Rómverjabréfið, sko lesa frá versi 7. Hver mun stíga niður í undirdjúpin þar til að sækja Krist upp frá dauðum? Hvað segir svo? Nálægt þér orðið í munni þínum, eða vers 6. Segð þú ekki í hjarta þínu hver mun fara upp í himinin? Það til að sækja Krist ofan. Hver mun stíga niður í undirdjúpin þar til að sækja Kristu frá dauðum? Hvað segir svo nálægt þér orðið í munni þínum og í hjarta þínum? Það orð trúarinnar sem við predikum. Það orð trúar. Nálægt þér orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Þannig að Guð ekki langt í burtu. Og ef við lesum að lokum hvernig Jesús